Gleðilegan hvíldardag og velkomin í Loftsali. Við erum glöða að sjá ykkur, eða við fáum ekki að sjá ykkur en við erum glöða að þið eru með okkur hér. Og við ætlum að hefja stundina á því að biðja Guð að blessa áður en við syngjum sálm og förum í hvíldarskólann. Kærustu Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund og vera með okkur. Biðjum þig að leiða okkur og vernda í Jesú nafni. Amen. Amen. Já, við skulum syngja fyrsta sálminn númer 268. Nú skín þinn dagur. Já, við ætlum að hafa Kristniboðsfrásögnina einnig og að þessu sinni kemur Kristniboðsfrásögnin frá Rússlandi eins og margar þennan ársfjórðunginn en hún fjallar að eignast Guð sem vin. Hún Marcia var aðeins 5 ára þegar hún sá eldri systir sína skírast í Síberíu, Rússlandi. Marcia fylgdist með af einbindingu þegar systir hennar fór niður í skírnarlaugina. Hún heyrði prestinn og hina safnaðarmeðlima óska henni til hamingju á eftir. Hún hugsaði með sér að skírn væri dásamleg stund og hún hugsaði það í heilt ár. Þegar hún var orðin 6 ára ákvað hún ætlaði að skírast þegar hún var nógu gömul til að skírast. Ég vil látast skírast, tilkynnti hún móður sinni. En svo hugsaði hún sig aðeins kannski var 6 ára aðeins of ungt til að skírast. Kannski væri, kannski 10 ára betri aldur. Marcia ákvað því að bíða þar til hún yrði 10 ára. Árin liðu, þegar það fór að líða að 10 ára afmælinu mundi Marcia eftir ákvörðun sinni og fór til prestsins. Hún sagði við prestinn, ég vil skírast. Presturinn hann var mjög ánægður með ákvörðun hennar og bauð henni í skírnarfræðslu með 8 öðrum eldri krökkum. Tímarnir voru áhugaverðir en ári seinna, þegar Marcia var orðin 11 ára, var presturinn færður til annarar kirkju. Nýji presturinn, hann neitaði að skíra hana. Hann sagði, því miður, þú ert of ung. Marcia var mjög svekkt og hún talaði bara ekkert meira við nýja prestinn í nokkuð tíma. Þegar Marcia var orðin 12 ára þá bað hún prestinn aftur að láta skíra sig. Presturinn féllst á það og bauð henni þá í skírnarfræðslu til sín. Marcia fór í skírnarfræðsluna í 4 mánuði en henni fór svo að leiðast tímarnir. Það eina sem hún hugsaði var hvað hún hefði verið spennt áður fyrir skírninni en henni fannst það svo leiðilegt að presturinn hafi neitað að skíra sig. Hún hætti í skírnarfræðslunni og íhugaði að jafnvel að yfirgefa kirkjuna. Marcia leiddist í skólanum og lífið. Hún átti ekki marga vini og framtíð hennar virtist svolítið dapurleg.
En það var einn daginn að mamma hennar spurði hana hvort að hún vildi fara í Saotski skólan, heimavistaskóla aðventista. Masja var spennt fyrir því að kynnast nýju fólki og fá nýtt tækifæri, svona nýtt upphaf, svo hún ákvað að fara. Masja var loksins skírð sumari áður en hún fór í skólan. Hún var í sumarbúðum og tók eftir því að hún var eini táningurinn sem hefði ekki tekið skírn. Hún var 16 ára þegar hún tók skírn en líf hennar breyttist ekkert við það. Hún var enn sama manneskjan. Fyrstu vikunar í Saotski skólanum voru einmanalegar. Masja kunni nefnilega ekki að eignast vini. Henni leið bara ekki vel. En það var guðfræðinemi úr Salaski háskólanum, sem á sama svæði, að hann tók eftir að hún var einmana og vinkaðist við hana. Hann sagði við hana, Guð þekkir þarfir okkar. Guð nálægur og við getum talað við hann sem vin. Masja átti ekki svo marga nána vini, svo hann ákvað að prófa að tala við Guð. Hún fann kyrrlátan stað og létti af hjarta sínu hún talaði við Guð. Fyrirgefðu mér að ég hafi ekki talað við þig í svo langan tíma, sagði hún grátandi. Ég sé eftir því að hafa ekki kynnst þér. Það var rangt af mér að vera reið við prestinn fyrir að hafa neitað mér skírn. Friður helltist yfir hana á meðan hún bað. Í fyrsta skipti í lífinu fann hún að Guð var henni nálægur. Frá þessi stundu breyttist líf hennar. Áður þráði ég að eignast vini, segir hún, en nú á ég vin sem ég get tala við hvenær sem og hvar sem En hluti af 13. hvíldarsfórninni rennur til Salaski menntaskólans, svo þessi hægt að reisa fleiri byggingar fyrir barnaskólana 2. En eins og hefur skólinn hefur hann verið að nýta aðstöðu háskólans sem á sama stað. Þannig að við munum eftir því þegar það kemur að 13. hvíldardagsfórninni að við erum að styrkja við starfið þar í Salaski. En við ætlum að fara yfir í leksjuna og með mér fyrir leksjuna í dag með Vigdísi og Birgir með sikkur megin. Og mér langar líka til að biðja ykkur sem að heimasitið að taka þátt og ég sé nú þegar að það eru komnar kveðjur inn á YouTube-spjallið og við bjóðum ykkur einnig gleðilegan hvíldardag og við erum glöð að sjá ykkur og hér eru komnar kveðjur víðsvegar á landinu og frá Spáni með þess að líka og við byrjum bara að heilsa til ykkar allra og endilega takið þið þátt og við munum gera okkur best að koma ykkar orðum líka inn í umræðina svo að hafið þið endilega áhrif á umræðina. En áður en við byrjum hvíldarskólann, má ég biðja þig Birgir að biðja fyrir okkur? Ok, við skulum enda höfuð í bæn. Góði himneski Faðir, þökkum þér fyrir þennan dag, þökkum þér fyrir lífið og þökkum þér fyrir það sem þú hefur gert fyrir okkur. Þökkum fyrir þær blessanir sem þú gefur okkur. Fyrir allsnættir, mat, hús og skjól, fjölskyldu, vini. Takk fyrir þína vernd á þessum tímum. Ég bið þig að blessa þessa stund núna. Blessa alla sem eru heima hjá sér. Núna að fylgjast með og taka þátt í þessari leksju. Bið þig að vera með okkur. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Mætti ég kannski biðja þig Vigdís að lesa fyrir okkur ritningalesturinn? Já. Ritningalesturinn í dag kemur úr Jesaja 8. kafla og 17. versi og það segir svo: Ég bið drottins sem byrgir nú augliti sitt fyrir ætt Jakobs, ég vona á hann. Amen. Það er nefnilega leksjan í dag fjallar örlagaríka ákvörðun og ég held að mætti líka þýða enska titilinn sem að velja hina erfiðu leið. Við hefum stundum, ég hef allan að persónulega, ég get kannski ekki tala fyrir ykkar hönd sem verið hér með mér,
ég hef alveg stundum valið erfiðu leiðina til að fara eitthvert og stundum getur það verið mjög lærdómsríkt þegar maður fer lengri leiðina að einhverju heldur en vanalega. En það er mjög falleg dæmisaga, ef það ekki hægt að kalla það dæmisögu eða myndlíking sem í fyrstu Hvíldars eftirmiddaginu. Já, ég lesa það. Já, endilega. Blind stúlka stóð í glugga á 4. hæð í brennandi húsi í Harlem hluta New York borgar. Slökkviliðsmennirnir voru orðnir ráðþrota, þeir gátu ekki komið stigabílnum á milli byggingana og þeir gátu ekki fengið hana til að stökkva niður í net sem hún gat auðvitað ekki séð. Að lokum kom faðir hennar og kallaði til hennar í gegnum gjallarhorn og sagði henni að þeir væru með net og hún ætti að stökkva þegar hann segði henni það. Stúlkan stökk og hún var svo afslöppuð að hún braut ekkert bein og engin vöðvi tognaði við þetta 4 hæða fall. Hún treysti föður sínum svo fyllilega að þegar hún heyrði rödd föður síns, gerði hún það sem hann sagði henni að væri henni fyrir bestu. Já, og við kannski, já, mér finnst það mjög falleg saga, og maður hugsa líka bara, eigum við ekki öll faðir sem að vill okkur það allra besta? Jú. Það er nefnilega... Já, mér finnst þetta mjög flott vegna þess að stundum þá biður Guð okkur að stökkva af 4. hæð í húsi, er sko ekki bókstaflega heldur sem líking. Og það getur stundum verið rosalega erfitt. En það borgar sig alltaf að treysta Guði, föður okkar á himnum. En við erum einmitt að lesa í gegnum söguna af Jesaja og þar. Og þótt að við myndum líta víðar í Biblíunni, þá er það ekki alltaf raunin að Ísraelsmenn eru að treysta Guði. Já, heyrist kannski hálfvill í mér, ég er að hækka mikrofónin. Svona, er þetta betra? Já, gott. Mér líkur greinilega rómurinn lágt. Hann betra að heyrist. Þannig að það sem að, já, þannig að við sjáum það í gegnum Biblíuna og gegnum mismunandi sögu Biblíunar að það reyndist jafnvel líð Guðs og jörðu erfitt að treysta Guði. Og en það er samt rosalega mikilvægt, því að ef við hugsaum út í þetta, ef Guð vill okkur það allra besta, þá þegar hann biður okkur eitthvað, þá er hann ekki að biðja okkur eitthvað sem er ekki okkur fyrir bestu. Og af hverju er þetta svona erfitt? Ég held að við könnumst öll við það. Hvað það getur verið erfitt að gera það sem Guð vill að við gerum. Nei, mitt og meira þess að spyr Lexían líka þessa spurningu sem er mjög, sko, kannski erfið spurning, sko, að þú veist, hvernig getum við lært af mistökum Ísraels? Því að við mannfólkið, við viljum oft bara læra okkar eigin mistökum. Við viljum oft gera mistökin fyrst sjálf og þá fyrst kannski læra við. Þú veist. En þannig að við erum ofta að fara þessa erfiðu leið. En eigum við kannski að lesa, Birgir, við kannski bið þig að lesa Jesaja 7. kafla, 14. og 16. vers. Það er í sunnudagskaflanum. Jesaja 7. kafla. Það er Jesaja 7, 14-16. Fyrir því mun Drottinn gefa yður tákn sjálfur. Sjá yngismær, er það ekki þetta vers, verður þunguð og fæðir son. Jesaja 7. Já, Jesaja 7, 14-16. 14-16. Þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Við súrmjólk og hunang skal hann alast, þá hann fer að hafa vit og að hafna hinum illa og velja hið góða. Áður en sveinninn
hefur vit á að hafna hinu illa og velja hið góða, skal mannauð verða í landi þeirra tveggja konunga sem nú skelfa þig. Það er svolítið áhugavert. Þarna spádómur eða loforð sem að spámaður er að færa konungi Ísraels það að óvinir hans, að þeir verði ekki lengur til trafala. En hver eru, ef við höldum áfram með sögunni, hver eru viðbrögð konungsins? Hvað er það sem hann ákveður frekar að gera? Við getum lesið hérna í leksjunni 3. og 4. málsgreinina. Jesaja flutti spádóm sinn 734 fyrir Krist, Tíkat-Pílsegar III. Hann brást við mútum Akasar með því að hann gera það sem hann eflaust ætlaði að gera hvort Hann gjörsigraði Norðurlandabandalagið, hertók Galilíu og landshæði Ísraels handan Jórdansfljótsins. Herleiddi suma íbúana og gerði landið að skattlandi Allsíríu. En það ennþá einhver Truflur í hljóðinu. Já. Já, ég hef nú alltaf bara hugsað þennan texta í tengslum við Jesú. Já, það er sama hér. Þegar ég var að lesa yfir þetta þá sé ég náttúrulega hérna spátur fæðingu Jesú Krist og komu hans til heimsins, Immanuel, Guð með oss. Já. En það er náttúrulega þessi annar hlutur hérna sem náttúrulega tengist á Ísrael. Já, þetta er eins og þessi eitthvað tvöfaldur boðskapur. Tvöfaldur boðskapur. Bæði fyrir fólkið á þessum tíma og svo fyrir okkur hin. Já, þú varst að lesa þarna í blaðsíðu 34, var það ekki í leksíunni? Jú. Svona aðeins bara Þannig að Akas hann bara leitaði til Assýríumanna til þess að losa sig við einhverja óvini sem Guð hefði getað gert fyrir hann. Og þá þar af leiðandi sneri hann sig frá Guði og hans hjálp. Já. Og hann vildi ekki leita ásjár hjá Guði með sín vandamál, heldur leitaði hann til óvina Guðs sem tilbáðu hið illa. Við hljótum náttúrulega geta lært eitthvað af þessu, eða ekki? Ég fór að hugsa dálítið þetta með að treysta, því að það er náttúrulega, við rekum svona okkar líf og þurfum náttúrulega að leggja ákveðna vinnu í hlutina, að læra og verða betri en svo er náttúrulega ákveðnir þættir sem við höfum enga stjórn á og það er náttúrulega það sem Guð náttúrulega biður okkur að treysta. Það er framtíðin, það er líka náttúrulega framgangur sögunar, hvernig hún verður og það er þarna getum við ekkert gert en það er samt margt sem við getum gert og við viljum náttúrulega gera okkar besta og gefa okkar besta og stundum erum við óörugg sjálf, er ég að gefa mitt besta? Er þetta besta sem ég get gefið? Og þá líka kemur inn traust, hvernig get ég treyst því að Guð sé líka í því ferli, skilur í því ferli að við séum að vinna í því að gera okkar besta en við erum ófullkomin. Já. Nei og leksjan kemur líka kannski svolítið inn á þetta varðandi bara hvernig það hefur verið að vera Ísraelsmaður á þessum tíma. Þú veist, konungurinn treystir frekar á jarðlega menn til að hjálpa sér við vandamálin sín í staðinn fyrir að reiða sig á Guð þegar það er í boði. En þannig að þú veist, ef maður hugsa bara hversu erfitt hlýtur að hafa verið hversu auðvelt það gæti hefði verið að glata trúnni ef maður hefði búið þarna í Norðurríkjunum á þessum tíma þegar þetta allt er að gerast. Og í leksjunni lok sundarskaflans þá er einmitt þessi spurning: hvað getum við gert í dag til að læra að halda fast í trú okkar svo fáum við staðist þegar erfiðleikar morgundagsins dynja yfir? Og
kannski við förum ef við ekki að fara í fyrsta Pétursbréf. Jú, það er mjög mikilvægt náttúrulega að þegar að vandamálin koma, maður er kannski að sigla lygnan sjó í lífinu og svo koma erfiðleikarnir og mikið óbáslega er það gott þá að vera búið að setja til hliðar í banka til þess að eiga innistæðu fyrir þessum frið sem að Guð býður okkur upp á. Og þegar að við lendum í áföllum til dæmis, að brotna ekki algjörlega niður eða fá taugaáfall eða missa jafnvel trúna sem að hefur oft gerst, þegar að erfiðleika koma upp, eins og maður getur bara nefnt hvað sem dauðsfall náinna ættingja eða snjóflóð og maður missir allt, eða stríð eða COVID sem að rífur fyrirtæki úr höndum á fólki með einu striki. Þannig að það er mjög mikilvægt að hafa einhverja innistæðu þegar þetta kemur og hvernig getur maður undirbúið sig eins og með 10 sem voru með auka olíu. Það er það sem að þær gerðu til þess að hafa auka olíu. Hvernig getum við yfirfært það yfir á okkar líf? Því að við vitum alveg að kristnir menn sem hafa trú á Biblíunni hafa oft orðið fyrir ofsóknum og við vitum ekki hvað er það sem býður okkar í framtíðinni. Og er ekki vonbrigðin meiri ef að við stillum líf okkar þannig að við erum að fókusa á allt það veraldlega? Ef að þetta er okkar fókus, það er bara það sem er veraldlegt og auður og lúxuslíf og kannski það er okkar markmið hérna, er að nálgast þessa hluti, að þá verðum við bara fyrir vonbrigðum. Akkurat. Því að, en ég held að traust og Guð þýðir einmitt, nei, þetta er ekki það líf sem við erum að sækjast í. Okkar tilgangur hérna er annar. Því að heimurinn er í öðru ástandi, við kemum að þessu náttúrulega í ræðinni. Og eftir. En eigum við að lesa fyrsta Pétursbréf, fyrsta kafla 13-25. Já. Og þar er einmitt Pétur að minna okkur á að vera tilbúin. Og við höfum fengið líka texta í Ábyrgðarbókinni að vekja okkur til umhugsunar hvað það sem býður okkar og við höfum að vera viðbúin. Gjörið því hugi yðar viðbúna og vakið. Setjið alla voniðar til þeirra náðar sem yður mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og látið eigi framar lifnað yðar mótast af þeim girndum sem þér áður létu stjórnast af í vanvisku yðar. Verðið heldur sjálfur heilagir í allri hegðun, eins og sá er heilagur sem yður hefur kallað. Ritað er, verið heilagir því ég er heilagur. Fyrst ákalliði þann föður er dæmir án manngreinarálits, eftir verkum hvers eins, þá gangið fram í Guðs ótta útlegðartíma yðar. Þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, frá fánýtri hegðun yðar, eða þér höfðuð að erfðum tekið frá feðrum yðar, heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs, með dýrmætu blóði Krists. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvölluð, en var opinberaður í lok tímanna vegna yðar. Fyrir hann trúið þér á Guð, vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð, svo að trúið skyldi jafnframt vera von til Guðs. Þér hafið hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og beri hræsnislausa bróðurelsku í brjósti. Elskið því hver annan af heilu hjarta. Þér eruð endurfæddir, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allt hold er sem gras og öll vexen þess sem blóm á grasi. Grasið skrælnar og blómið fellur, en orð Drottins varir að eilífu. Og þetta orð fagnaðar erindið sem yður hefur verið boðað. Já, það er rosalega mikið eins og texta. Mjög mikið. Talað þetta allavega í heilan dag. Já. Þetta er mjög djúpt.
En hann hvetur okkur með þessum orðum af Pétur að við eigum að vera viðbúin og við eigum að vera vakandi og setja von okkar á hvert við erum að stefna. Við erum að stefna á himnaríki og fá að lifa með Jesú alla eilífð og vera með honum. Það náttúrulega setur hlutina í ákveðið samhengi. Já, akkurat. Já. Já. Þetta með væntingar. Ef að þú veist hvert náttúrulega hlutinni stefna og við fáum þá mynd alveg skýrt í Biblíunni. Við vitum alveg hver gangur heimsins, hvert hann stefnir. Þá eru sumir hlutir sem mun ekki koma á óvart því að við erum undirbúin og það sem við einblínum á er á helgun, er á þjónustu og Hlýðni við orð Guðs. já, og það er það sem enginn í kristindóminn í raun. Það eru þessar áherslur. Og þetta er líka sko, já, hérna eins og í 22. versi sem byrjar einmitt á þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikunum og berið hræsnilausa bróður elsku í brjósti. Elski því hver annan af heilu hjarta. Og það kemur þarna allan í 89 sko þýðingunni, þá kemur sko af, það getur verið önnur þýðing, sko annar lesháttur að segja elski hvort annan af hreinu hjarta. Og það er svona áhugavert. En orð drottins varir af eilífu. Þetta er mjög fallegur texti og ég held að einmitt að, eins og þú segir, þegar að erfiðleikar steðja að, þá er gott að eiga svona í bankanum eins og tókst til að maður muni hvernig Guð hefur leitt fortíðinni, að maður treysti honum í gegnum erfiðleikana líka. En svo kemur þetta með að treysta, þá hver er okkar þáttur í þessu? Er þetta bara eitthvað sem við skiljum í Guðs höndum? Hann sér þetta allt, en auðvitað það er einhvern þáttur, við eigum einhvern þátt í þessu og það er náttúrulega oft alveg erfitt líka að vita hvað þarf ég að gera mikið í þessu? Já, þetta er bara svona eins og... Hvað er mitt framlag? Þetta er svona eins og við getum tekið COVID, að við erum náttúrulega í stöðu þar sem við verðum að treysta Guði. Við vitum ekkert hver framtíðin er í þessum heimi, í tengslum við þennan sjúkdóm. En okkur ber að sjálfsögðu að treysta Guði fullkomlega, en á sama tíma passa upp á allt sem við getum passað upp á. En svo að vera með grímur, spritta okkur, vera með 2 metra regluna. En leggja svo allt hitt sem er fyrir utan okkar valdsvið í hendurnar á Guði. Ekki fara allt of mikið inn í þetta því að það eru ákveðnar hlistaður sem ég ætla að taka í ræðunni minni. Ó nei, við að fara með allar ræðunni. Skulum ekki alveg klára mína ræðu hérna. En gaman að sjá að við erum búin að fá fleiri kveðjur hérna og eins og Eirík sagði áðan hérna, sæl komið sæl á þessum kalda morgni, það var nú sannlega kalt í morgun. Það var það. En fallegur dagur enga síður og við erum með kveðjur hérna frá Hellisandi. Gríðarlega falleg birta hérna yfir Þrengslin þegar við keyrðum yfir þar. Í sólar uppbrás. En það er nefnilega, ef við snúum okkur svona örlítið aftur á sögunni sem að við erum að fara í gegnum í Jesaja 7. og 8. kaflanum, að þá sjáum við það að afleiðing þess að treysta ekki Guði var það að í staðinn fyrir að þeir Guð myndi losa þá við ógnina sem þeir höfðu, að þá sátu þeir upp með ennþá verri ógn. Og kannski lengsinn kemur ekkert mikið inn á, en þegar þú nefndir þetta áðan þá hugsaði bara með mér sko, okkar þáttur, þú veist, okkar þáttur er að reyna að hlýða á ætlunarverki Guðs, að leita hans vilja, en hér sjáum við hvað okkur mannfólkinu er tamt að gera oft, að við tökum málinu í okkar eigin hendur, við ætlum bara að redda þessu. Og þá er gott að hafa í huga Salmanir 118 vers 9, að betra að leita skjóls hjá drottni en að treysta tignamönnum. Það er drottinn sem að hjálpa okkar best frá. En við sjáum í hérna. Já, kóngurinn er með treysti betur tignamönnum heldur en drottni. Já, og meiri segja hugsaðan af sem svo að því að Guð
Assyrjumannana, hann hafi hjálpað þeim að sigra, þá hugsar hann einhvern veginn með sér, heyrðu best að hann fer hann í heimsókn og er að semja við hann að losa sig við hina og svo kemur hann og segir, heyrðu, ég sá hérna eitthvað altari og svo sendir hann leiðbeiningar heim og segir, heyrðu, vil ég ekki smíða svona altari? Þannig að allt í einu er hann farinn að tilbiðja Guð Assyrjumanna og með öllu því sem það fylgdi. Það er alveg bara, og hér skrifaði Erik, Ísraelsmenn á tímum Akars voru umkringdir grimmum nágrönnum og hræðilegt herveldi Assyrjumanna vofði yfir öllu. Hvernig áttu þeir að meðtaka spádóm Jesaja? Já. Ég verið að hugsa hérna því að þarna er Ísrael með ákveðin tilgang, náttúrulega sem Ísraels þjóð. Það er að vera ljós í heiminum. Og ég velti fyrir mér hérna að Akab konungur, hann sá náttúrulega ákveðin svona veraldlegan ávinning með því að tengjast hinum konungunum. Í stað þess að einblína á köllunina sem Ísrael hafði sem þjóð. Og hún náttúrulega var þýddi náttúrulega að áherslurnar eru aðrar en bara einhverjum svona viðskiptalegum dílum eða ávinningi. Og ég hugsa dálítið út í þannig, þess vegna er mikilvægt að vita þegar maður er að leita vilja Guðs að þekkja hugafar Guðs. Og það, náttúrulega, maður kemst ekkert inn í hugafar Guðs nema vera í sambandi við hann og kynna sér ritningarnar. Til þess að vita hvenær er ég á réttri braut, hvað það varðar og hvenær ekki. Hverjar eru áherslurnar? Eru þær bara veraldlegar, bara á mig eða efnislegar, eða eru þær í takt við þá köllun sem Guð hefur gefið okkur? Já, það minnir mann á kaflan Sálm 32, Davíðs sálm. Þá er hann einmitt með loforð þetta, Guð. Hann segir, ég vil fræða þig og vísa þér veginn er þú átt að ganga. Ég vil kenna þér og hafa augun á þér. Þannig að ef við treystum Guði, og eins og hann segir hérna í 10. versinu, miklar eru þjáningar óguðlegs manns, en þann er treystir drottni, umlíkur hann elsku. Og ég stundum er að hugsa hann, þannig að konung sem við erum að tala hérna hann ekki Akas, að hann var með hræðilega óvini í kringu sig og leitaði til ennþá verri óvinar til þess að hjálpa sér. Og við getum yfirfært þetta alveg á okkar líf líka, að við erum með óvin sem heitir Satan og hann er að ráðast á okkur með freistingum og hann getur fellt okkur og hefur örugglega gert það ofta mörgum sinnum. Að það er þá mikilvægt að leita ekki til hans til þess að losna undan, heldur til Guðs sjálfs. Og kannski náttúrulega einhvern sem er að fylgjast með sem kannski alltaf erfitt með þessi hugtök Satan og hvað hann gerir, en í raun er ákveðnar áherslur sem fylgja hans stefnu. Og þó að það sé ekki kannski hann beint með puttanum í öllu, þá eru hans áherslur sem við erum að tala um. Það er ákveðnar áherslur einmitt sem eru veraldlegar, sem tengjast bara eigingirni og sjálfselsku og sem við getum auðveldilega svona hoppað í okkar lífsgöngu. Já, og þetta er náttúrulega, ef maður fer aðeins inn á þetta, þá er þetta eitt af því sem er eitt af því mikilvægasta sem að hinn kristni gerir til þess að undirbúa sig. Það er að treysta Guði með að hreinsa af manni syndirnar og kannast við það sem maður hefur gert rangt. Kannast við þessa bresti sem maður er með, sem maður er svo gjarna falli í gildrun með. Við erum öll með einhverja bresti, ég er kannski ekki með sama á einhver aðrir. En ef við þorum, ef við erum hugrökk og við þorum að horfast í augu við þetta og auðmjúk og erum auðmjúk fram fyrir Guði, þetta er alveg hræðilegt að þurfa að horfast í augu við þetta. Og maður þarf hugrekki að hlaupast ekki undan því og fara með það til Guðs og biðja hann að hreinsa sig og gefa sér styrk til þess að sigra þessa bresti. Þetta er eitt af þessu lykilatriðum í göngu hins kristna manns með Guði. Það er mikið rétt. Gefur okkur líka
opnar svo miklu meiri möguleikann á því að við fáum heilagan anda. Fengum við með þessar spurningu kemur hérna inn, sko, hver er vilji Guðs? Og það er náttúrulega svolítið stór og víð spurning, en eins og við byrjuðum á í byrjunleiksunum, þá vorum við að tala um það að Guð vill okkur það allra besta og að hann vill frelsa okkur. Þannig að frelsunin er hans vilji og að við þjónum honum. Hann vill að við séum líka greinar á vínviðnum. Jesús er vínviðurinn og vínviðurinn hann fær allan næringuna og spýtir safanu sínum, sem myndum að segja heilagur andi, út í greinarnar. Og hann vill þess að gegnsýra okkur af heilugum anda, þannig að við séum bara algjörlega hluti af honum. Það er vilji Guðs. Hann vill endurheimta rofið samband, það er algjörlega, hann skapaði okkur því að hann vildi eiga í samband við okkur. Já. Hann vildi að við værum þarna með honum hlið við hlið, bara í daglegu spjalli, en svo er það ekki. Og hann er að reyna að endurheimta þetta á allan hátt. Já, af því að við erum í rauninni lifandi dauð, ef við erum ekki tengd við hann. Þá göngum við eins og bara mold sem maður bara gengur en leið við tengist honum og heilugum anda, þá verðum við allt í einu lifandi, eins og hann er lifandi. Kemur hérna einn önnur spurning, hvernig og hve mikið nýtum við okkur hvað Guð hefur sagt okkur fyrir hvað muni gerast og hvað dæmi eru til í Biblíunum fólk sem einmitt nýttir sér aðvaranir? Þetta held ég mjög góð spurning. Já. Góð spurning, já. Mér finnst við ættum alveg að geta nýtt alls konar aðvaranir í Biblíunum fyrir okkar tíma. Getum farið í Matteus 24 og fleiri staði sem eru í Biblíunni. Esekiel tala líka endatímana. Alltaf eins og ég sé þetta, þá finnst mér ekki núna við ekki vera með neina svona dagsetningar. Ég get ekki sagt að það er ekkert svona, en það eru tímabil. Það eru tímabil sem við getum haft í viðmiðunar, sem við reynum að stilla okkur inn í. Og mér finnst kristni dálítið fallið þá gildur að einblína allt og mikið á viðburðina og gleyma þá restinni. Sjálfur í göngunni. Sjálfur í göngunni og allt sem er í kringum þetta. Við erum ekki eini eins og þetta er eins og þetta sé bara fyrir þá sjálf, þetta er svona eins og bara einhvern fróðleikur. Já, eða einhvern svona vitsmunaleg afstæð, já ég veit þetta er að fara að gerast. Og öll áherslan er á það. En ég held að við ættum eiginlega já, það er kostur að vita það, en það er miklu stærra verk að vinna. En þá komum við aftur að þessari dæmisögum meyjarnar 10. Við getum öll verið sammála einhverja viðburði sem er að fara að koma, en helmingurinn af þeim gleymdi að ganga með Guði, gleymdi að eiga í samskiptum, persónulegum samskiptum og vaxa nær og nær persónunni Jesú. Og hinn helmingurinn gerði það. Og sá sem gleymdi því, þær fengu ekki að koma inn í brúðkaupi, sem er náttúrulega mjög alvarlegur boðskapur. Og Jesús náttúrulega segir þessa dæmisögu því að hann elskar okkur svo mikið, hann vill vara okkur við. Og þetta er mjög alvarlegur boðskapur til okkar, sérstaklega okkur á þessu síðustu tíma. Já, ég held að sé einmitt alveg sérstakur boðskapur til þeirra sem að lifa á síðustu tímum eins og við trúum og hérna, ég veit ekki, eitthvað ykkur hafa kannski séð, það eru fyrirlestarauð í gangi á vegum hérna Seflís held ég heiti, það er spænskt útgáfufélag og það er búið að fá bara, já ég held að sé 24 helstu predikara Adventkirkjunnar og þeir eru að fjalla svona tímana endurlokana eða þannig, svona mismunandi vegum og þetta er reyndar bara þetta er á ensku, spænsku og portugalsku en þannig að þeir sem að vilja kynna sér það, þá held ég að það sé mjög flott einmitt akkurat sem þetta varandi viðvarinu síðustu tíma. En við erum líka með fleiri kommentér sem komu inn og Erik benti að hann var til dæmis að hugsa Abraham sem fór frá Úr, Rahab sem flúði frá Jerikó, kristnir í Jerúsalem árið 70 eftir Krist. Það eru dæmi fólk sem að treysti Guði og fór þegar það fekk aðvöruna og við sjáum munið því og hér er Steinum með dæmi einstakling sem fór ekki eftir aðvöruninni en það er semst þau eru að lesa í Daníels bók nemendurnir og þar eru að lesa sögun Nebúkadnesar þegar hann fær viðvörunina og síðan átti hann að iðrast
til þess að komast aftur í Já. félag manna og Svo, það eins og Guð, hann vilji lágmarka ákveðna þjáningu að einhver leyti með því að gefa okkur leiðbeiningar og segja okkur til framtíðina. En það ekki þannig að við séum laus við vandamál. Þetta snýst ekki það að bara að Guð sé að reyna að skapa eitthvað fullkomlega umhverfi fyrir ykkur og bara, nei. Hann að reyna að lágmarka afleiðingar syndarinnar en samt erum við í þessum heimi og við erum þátttakendur í þessu og við náttúrulega kannski komst ekki hjá því að þjást stundum og vera hluti af atburðarásum sem valda þjáningu og erfiðleikum en bara þetta eins og þetta að vætninga að við setjum okkur í stellingar að hlutinir eru ekkert í að stefna í eitthvað svona veraldlegt góðæri. Það ekki þannig nema á himnum. Já. Og ég held að það sé hægt að summera upp sko bara sunnudags til þriðjudagskaflan í leksunni að þetta í raun og veru ákall það að sko fara frá skurðgoðadýrkun. Og oft þegar við notum orðið skurðgoðadýrkun á okkar tímum þá finnst okkur það svolítið fjarlægt en það náttúrulega í raun og veru tilbeiðsla á einhverju öðru en Guð, hvort sem það aðrir guðir, peningar, völd, svoleiðis. En það áhugavert að drifkrafturinn í ákvörðuntöku Akars var ótti. Hann var hræddur. En það nefnilega það sem er svo áhugavert að 11. til 15. versi, það kemur svolítið um ótta, eitthvað svona jákvætt ótta. Og ég man held ég að það hafi verið einu af fyrstu útsendingunum sem voru með hérna í haust, að þá vorum við einmitt að tala þetta það óttast Guð. Og þetta kemur svo reglulega upp og leksían tekur á þessu. Ég veit ekki hvort við ættum að taka nokkra mínútur svona undir lokin. Bara eigum við kannski að lesa vers 11 til 15 bara hratt yfir í 8. kaflanum. Ég skal lesa þessi. Svo mælti drottinn við mig, þá hönd hans hreif mig og varaði mig við því að ganga sama veg og þetta fólk gengur. Þið skulu ekki kalla allt það samsæri sem fólk kallar samsæri og ekki óttast það sem það óttast og eigi skelfast. Drottinn allsherjar, hann skuli þér telja heilaga. Hann sé yðar ótti, hann sé yðar skelfing. Hann skal vera helgidómur og ásetningarsteinn og hrösunarhella fyrir báðar ættir Ísraels og snarar gildra fyrir Jerúsalem búa. Og margir munu þeir rasa, falla og meiðast, festast í snöruna og vera veiddir. Og þessi vers hljómar svolítið kannski harkalega, eða hvað? Hvað finnst ykkur? Já. Mér finnst að það er svo mikið af boðskap í Biblíunni sem getur valdið hjá manni ótta. Það að vera að tala dýrið og 666 og alls konar stríð og ófriðartímar sem að fara að koma en Jesús alltaf að segja en óttist ekki, svo kemur alltaf en óttist ekki. Þannig að það sem að fólk kannski svona undir venjulegu kringumstæðum myndi óttast eins og jafnvel hungursneyð að við höfum ekki óttast það ef við sitjum í skugga hins hæsta. Já, það í raun og veru það að sem sagt já. Og óttinn, hann rekur kærleikinn sem við höfum, hann sem elskar okkur og við elskum hann, það rekur út allan ótta. Já, eins og leksían vísar einmitt í 1. Jónasarbréf 4:18 fullkomin elska rekur út óttann. Já. Þannig en það er náttúrulega til tvenns konar ótti, eða þú veist, tvenns konar skilgreiningar á þessu orði, ótti. Já. Nei, einmitt, og það er raun og veru punkturinn hér að þegar við óttumst drottinn, sem er þá eins og okkar tungumál hjálpar okkur að skilja, þetta er einhvers konar óttablandin virðing fyrir almættinu, að þá þurfum við ekkert að óttast allt annað.
Mér finnst þetta orð samsæri kemur inn þarna, ég vissi ekki af því, mér finnst þetta dálítið skemmtileg tenging, því að hvað snúa samsæri og það er oft ótti við að það sé einhverjir illmenni sem stýra hlutunum á einhvern veg sem er ekki okkur í hag og við leggjum rosalega miklar áherslur á þá illmennin á bakvið samsærina. En Guð segir, þú skalt ekkert óttast. Ég meina, einblínd á fólkið, einblínd á að vera blessun og bara gerðu þína vinnu og ég skal sjá að uppræta, ég meina, ílskuna. Já. Og ég held að stundum tökum við okkar hendur, nei, við verðum að uppræta. Þannig að en þetta er miklu dýpra og erfiðara eiga við, sérstaklega því að höfuðpaurinn í þessu öllu er náttúrulega óvinurinn. Já. Og við ættum að uppræta hann frekar en einblína á einhverja kannski aðila eða kenningar eða jú, við getum náttúrulega bent á villur og allt það en stundum eru áherslurnar alltaf dálítið svona veraldlegar eða sjálfselska þannig að við erum bara einblína á okkur. Já, nei, einmitt og við getum líka látið ótta okkar við hitt og þetta sko stoppa okkur frá því að fylgja og taka þátt í verki Guðs. Já. Þess að Erik skrifa hérna sko, þetta að fylgja aðurinni snýst kannski ekki bara að bjarga eigin skinni, heldur að taka þátt í verki Guðs og vera öðrum til blessun. Já. Og þannig að þú veist, ef við erum lömuð á ótta eins og Akas, að þá tökum við ekki réttu ákvarðanir. Þá förum við erfiðu leiðina. Þegar við erum svo hrædd við það og við erum ekki að treysta Guði að hann muni leiða okkur gegn það. Því þú veist, hversu oft hafði Guð ekki leitt Ísraelsþjóðina? Þú veist, hafðu þeir ekki lent í verri aðstöðum, hafðu þeir ekki verið, þú veist, hafðu ekki, já, þú veist, þannig að það er engin ástæða. En við séum að við eiginlega alveg að renna út á tíma. En mér langar bara til þess að við rétt förum inn í 5. kaflana því að ég held að það sé svolítið mikilvægt þáttur og ég hvet ykkur sem heima sitið ef þeir ekki nú þegar búin að renna svolítið vel í gegnum 5. kaflana því að hann hefur svolítið vægi, finnst mér líka, í þessari sögu að það er verið að hvetja okkur til að reiða okkur á að reiða okkur ekki á spásagnarkonur eða miðla eða slíkt. Og ég veit ekki hvort við náum að lesa en jú, kannski bara lesum við hérna vers 19 og 20. Lesum það saman. Ef þeir segja við ykkur, eða yður, leitið til andasæningamannanna og spásagnamannanna sem hvísla og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi. Þá svariði þeim til kenningarnar og vitnisburðarins, en menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða. Og bara velti því fyrir mér sko að því að hér og þetta er ekki eina dæmið í Biblíunni sem við höfum það að menn er að treysta á galdra eða eitthvað annað og Sál, hann var leitaði frétta frá framliðinu sko. Já. En er ekki Biblían bara frekar skýr? Hvað finnst ykkur? Algjörlega og mikilvægt að þekkja ritningarnar til þess að myndi geta greint hvað er rétt og hvað er ekki rétt í þessu. Því að við munum eflaust alltaf rekast á einhverjar kenningar og einhverjar... En af hverju megum við ekki leita til hérna látinu? Já. Til þess að spyrja frétta ef að maður missir ættin. Af hverju er það svona hættulegt? Af hverju er það svona slæmt? Það er bara rosalega góð spurning því að það fer náttúrulega eftir hvaða skilning maður hefur. Og ef maður hefur þann skilning sem að ég persónulega hef
að þegar við látum lífið að við hvílum í friði eins og er ritað á marga legsteina, að við hvílum í jörðinni þar til að Kristur kemur tilbaka. Að þá veit ég að það er ekki verið að tala við látinn ættingja minn. Því það er ekki hann sem talar, því að hann hvílir í jörðinni. Það eru einungis örfáir sem hafa verið reistir upp til Guðs. Já. Þannig að þar kemur vandinn, því að þá hvernig erum við þá að tala við? Og þá er náttúrulega rosa mikilvægt að treysta á Biblíuna, því að í Konungabókinni þá er talað um Sál og hann leitaði til framliðina og það virtist vera honum í hag, en svo lét hann lífið eftir þá baráttu sem hann lenti í. En ef við förum við fyrst í Krónikabók, 10. kafla og 13. og 14. vers, þá fáum við aðeins nánari útskýringu á því sem gerðist. En það stendur að Sál lét lífið vegna svika sinna við drottinn og vegna þess að hann hafði ekki hlýtt fyrirmælum drottins. Hann hafði jafnvel leitað úrskurðar hjá framliðnum í stað þess að leita úrskurðar drottins. Drottinn lét hann því deyja og afhendi Davíð Ísai syni konungsdæmið. Þannig að hluti af því að hann misti konungsríki úr höndum sér og líka ættingjarnir hans misti úr höndunum var vegna þess að hann leitaði úrskurðar hjá framliðnum. Já, þetta er alveg heil önnur leksja. Já, þetta er alveg heil leksja. Því að þetta er alveg gríðarlega merkilegt af hverju þessar áherslur. Nei, og við sjáum líka, og það er kemur á spjallinu líka, að þetta er í raun og veru stærsta hættan sem er á ferð, það er þessi andatrúin. Og ég held að hún getur mörgu leyti verið hættuleg, andatrúin, því að hún er að læðast hægt og rólega inn í kristnina. En ég sé að mér mistókst að fylgjast með tímanum, þannig að við erum bara búið með tíman okkar í dag. Mér langar að þakka ykkur öllum kærlega fyrir að þeir sem tóku þátt og þeir sem eru heima að horfa. Þakka ykkur bæði, Vigdís og Birgir, fyrir að vera með mér hér í leksunni í dag. Við skulum bara ljúka leksunni kannski með stuttri bæn áður en að við undirbúum útsendingu guðþjónustuna. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að við höfum tækifæri til að koma saman og að læra í þínu orði. Við biðjum þig að vera með okkur áfram þegar við förum yfir í guðþjónustuna. Við biðjum þig að leiða starfið og hvern og einn. Við biðjum þinn heilaga andi megi vinna í lífi okkar og megum feta áfram veginn til þín. Kæri Faðir, þú ert vegurinn, lífið og sannleikurinn. Við biðjum þig að hjálpa okkur að grundvalla okkur í orði þínu, að við megum ekki vera blekkt af blekkingarvindum. Við biðjum þess í Jesú nafni. Amen. Mér langar til að segja bara nokkrar tilkynningar áður en að við förum í smá hlé á útsendingunni. En það var ákveðið að á safnarstjórni hjá stjórn Hafnarfjarðarsafnaðar núna í vikunni að þeir sem hafa áhuga á að hittast hér í Lofsalnum í ljósi þess að við treystum okkur ekki til að opna með núverandi fjöldatakmarkanir sem það eru 20 manna bann, samkomubann eins og þið þekkið eflaust mörg hver, að þá viljum við bjóða upp á að þeir hópar sem vilja hittast hér í kirkjunni í Lofsalnum að þeir geta haft samband við Marsju og pantað tíma til að hittast. Og sjálfsögðu ætlumst við til þess að hver og einn hópur passi upp á spritt og allt þetta og 2 metra fjarlægð og slíkt. En við viljum koma til móts við safnaðarmeðlim okkar sem hafa ekki getað komið í kirkju lengi. En einnig er það mér gleðitíðindi að geta sagt ykkur að við höfum líka ákveðið að hafa guðþjónustu næsta hvíldardag, 30. janúar. En í ljósi þess að húsnæðið okkar er ekki að hentugasta, varðandi innganga og slíkt, að þá verður það á Hlíðarskóla. Það verður skráning til að forða þess að það komi of margir en með við það verður allt í samræmi við sóttvarnar reglur og slíkt en með því að vera þar þá getum við boðið fleirum að vera með. Nú mun útsendingin verður smá hlé í útsendingunni og við sjáumst aftur klukkan 12.
Happy Sabbath and welcome to Loftsalurinn. Við erum glöð að hafa ykkur með okkur þó að við getum ekki haft dyrnar opnar. We're happy to have you with us even though the doors must remain closed. Við skulum lúta höfði í bæn til að blessa stundina. Let us bow our heads in prayer. Kæri himneski Faðir, Dear Heavenly Father, við þökkum þér fyrir þinn hvíldardag. we thank you for your Sabbath Við þökkum þér fyrir þá tækni sem gerir okkur kleift að senda hér út. and for the technology of broadcasting this. Kæri Faðir, við biðjum þig að vera með okkur, Dear Father, we ask for your presence, bæði hér both Lofsalur, here og líka þar sem hver og einn sem að horfa á útsendinguna. and for all of those who are watching this program. Við biðjum þess að þinn heilagi andi megi leiða We pray that your Holy Spirit may guide us og að þú megi blessa þessa stund. and that you may bless this hour. Í Jesú nafni. In Jesus' name, Amen. amen. Við skulum syngja saman fyrsta sálminn, sálminn nummer 6, Ég vil ljóða drottin. Let us sing together the first hymn, number 6. Við skulum lesa ritningarlesturinn sem að Birgir hefur valið fyrir okkur hér í dag. Let us read the scripture reading that Birgir has chosen for today. Og það úr Apostolssögunni 4. kapla It is from Acts chapter 4, og 12. vers. verse 12. Ekki hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Við skulum lúta höfði í bæn. Let us pray. Já, kæri himneski Faðir, við komum fram fyrir þig sem söfnuður. Yes, dear Heavenly Father, we come before you as a congregation. Og við biðjum þig að vera með og vernda og leiða allt safnaða starfið. We ask that you may be with us and guide us and protect us in all that we do as a congregation. Kæri Faðir, þú þekkir þær raunir og bænar óskir.
Dear Father, you know the trials and the prayer requests of your people. Og við byggjum þig að vera með öllum þeim áhyggjuhlutum sem við hugsum And we ask that you may tend to all the matters that concern us. Við byggjum þig að vera með ástvinum okkar. We ask that you may be with those who matter to us in our lives. Við byggjum þig að hugga okkur í tímum sorgar. We ask for your comfort during times of sorrow. Við byggjum þína lækningu á tímum sjúkdóms. We ask for your healing during the times of sickness. Við byggjum þig að veita okkur af þinni nærveru og þínum heilaga anda. We ask for your presence and for your Holy Spirit. Kæri Faðir, við leggjum Birgir sérstaklega í þínar hendur. Dear Heavenly Father, we put Birgir especially before you today. Við byggjum þig að blessa hann og þau orð sem hann hefur að mæla til okkar frá þér. We ask that you may bless him and the words that he has for us this morning. Kæri Faðir, við byggjum þig að vera áfram með leiðtogum þjóðar okkar. Dear Father, we ask that you may be with the authorities of our country. Við byggjum þig að aðstoða og leiða leiðtoga vísurum heim í þessum krísu sem stendur yfir. And we ask that you may be with the heads of states and governments all over the world as they navigate through this crisis. Kæri Faðir, en á sama tíma þá byggjum við þig að efla traust okkar til þín. At the same time, we ask that you may increase our trust in you, Að við megum ekki setja traust okkar á menn, that we may not rely only on human power, heldur að treysta á þig, Drottinn. but that we may trust in you, Lord. Kæri Faðir, við byggjum þig að blessa þessa stund. Dear Father, we ask that you may bless this hour Við byggjum þig að blessa okkur. and ask that you may bless us. Við byggjum þinn heilaga anda í Jesú nafni. And we ask for your Holy Spirit in the name of Christ. Amen. Já, við skulum halda áfram og syngja. Það salmurinn númer 70, Mikil miskunn þín. Next we will sing together hymn number 70. Thank you.
Já, það komið að því að við ætlum að taka upp gjafir, We will now collect offerings. en að sjálfsögðu það aðeins öðruvísi þegar við erum svona í útsendingu. Of course, in a different way now, since we are only broadcasting. En við þökkum meðlumum okkar fyrir þeirra gjafir og styrki sem þau veita til að halda við húsnæðinu hér og til að styrkja starfið áfram. But we thank all members for their contributions to continue the keeping this housing financed and all the work of the church. Við skulum lúta það í bæn. Let us pray. Kæri Faðir, við viljum leggja okkar gjafir til þín. Dear Father, we ask that you may bless our contributions, Að þú blessir það og þú meir nýta það starfið þínu til framdráttar. that it may be for the furtherance of your work. Kæri Faðir, við þökkum þér einnig fyrir allar þær gjafir sem þú hefur gefið okkur We also thank you for all the gifts that you have given to us og fyrir það tækifæri okkar sem við höfum til að gefa tilbaka til þín starfs. and for the opportunity that we have to give something back to you for your work. Biðjum þess í Jesú nafni. Amen. We pray this in Jesus' name. Amen. En nú komið að því að við ætlum að syngja barnasálm fyrir börnin og eftir barnasalminum að þá verður hérna barnasaga. Now we will sing a hymn for the children, and after that we will have a children's story. Og milli barnasögunar og ræðunar þá munum við njóta þess fallega söngs frá Kristínu, það verður tónlistaratriði. En við skulum syngja barnasálmin. And between those two we will have special music, but let us now sing the children's hymn. Leiddu mína litlu hendi. Komið í sæl og blessu, krakkar. Hi kids, Ég ætla að segja ykkur dálítið sérstaka sögu í dag I'm going to tell you a special story today af hópi kallmanna sem
var með mjög sérkennilegan lífstíl. about a group of men who had a very particular lifestyle. Fyrst og fremst þá bjó hópurinn á stað þar sem var alltaf myrkur, First, they lived in a place where there was always complete darkness, bara alltaf. just always. Og þeir notuðu ljós en voru samt alltaf í myrkri. They had some means of light, but they still lived in darkness. Þeir fóru aldrei í sturtu, They never took a shower. samt var frekar heitt þarna, Still it svona was, still it was 30 rather gráður. hot, 30 degrees where they lived. Ef þið hafi farið til Spánar, þá var það svona hitinn svona á sumrin, 30 gráður til 40. If you've been to Spain, it's similar. The summer heat is around 30 to 40 degrees. Þannig að já, og þeir gátu ekki hitt vini sína, They could not meet friends, pappa, mömmu, mom, með sískinni. dad, siblings. Og þeir voru með alls konar skrýtnar reglur. And they had all kinds of weird rules. Eins og til dæmis, þeir máttu bara borða einu sinni á 2 daga fresti. For example, they could only eat once every 2 days. Og þá bara eina skeið af túnfiski úr dós And then only 1 spoon of tuna from a can. og 1 keks. And 1 biscuit. Já, þeir drukku bara vatn, They only drank water, ekkert djús eða kakó no juice, no cocoa, og gerðu ekkert annað en að bara hanga þarna á þessum stað. and nothing. They had nothing to do except hanging out. Já, nú þetta hljómar sérkennilegt samfélag, það ekki? This sounds like a strange society, right? Hver myndi gera svona? Who would do such a thing? En það útskýring á þessu öllu, But there is an explanation to all of this. að hverju þeir gerðu þetta svona. Why they lived in the way they did. Þetta voru námumenni í Chile. These were miners in Chile. Chile landi í Suður Ameríku Chile is a country in South America. og þessi námumenn lendi í óhappi. And these miners had an accident Þessum hluti af námunni hrundi where part of the mine caved in og þeir festust í göngum á 700 metra dýpi. and they got stuck 700 meters down inside the earth Í heila 69 daga for nothing less than 69 days. og þetta gerðist árið 2010. And this was in the year 2010. En þess vegna þurftu þeir að lifa svona í myrkri og skammta matinn. But this is why they had to live like this in the tunnel and ration the food, Bara til þess að lifa af. just to be able to survive. Þeir vissu ekki hvort eða hvenar einhver myndi nokkuð tíman bjarga þeim. They did not know when or whether anybody would save them. Getið þið ímyndað ykkur hvað það er að vera fastur svona lengi á svona, í svona myrkri og djúpt ofan í jörðinni? Can you imagine being stuck for such a long time in total darkness inside the earth? Já, það hefur verið hræðilegt. That must have been terrible. En góðu fréttirnar eru að þeir fundust But the good news is that they were found, og björgunarsveitamenn gátu bora hólu sem náði alla leið til þeirra og þeir náðu þeim upp í gegnum hóluna með svona hylki og ég ætla að fá hérna teknimenn til þess að sýna eina mynd. and the rescue team was able to drill a very long tunnel into the tunnel where they were stuck, and they were able to rescue them by putting them inside of a certain casket or a cocoon, and we'll see it in the picture. Já, þið sjáu þetta þarna á þessari mynd You see it here Mynd in af- this illustration. af námunum og hvar þeir voru fastir þarna lengst djúpt ofan í jörðinni Here we have a picture of the mine, and we can see where they were stuck very deep inside the earth, og hylki síðan sem var notað til þess að draga þau upp. and the equipment that was used to extract them out of the blocked tunnel. Og það brutust út mikil fagnaðarlæti þegar þeir komu upp eins og þið sjáu hér á hinni myndinni. And there was great rejoicing when they finally managed to get up to the surface again, as we see in the pictures here. En Biblían segir okkur frá því að heimurinn, okkar heimur, But the Bible tells us that the world, our world, hann ekki eins og hann átt að vera, alveg eins og aðstæður þarna í námunni voru ekki eins og það ættu að vera. is not the way this was supposed to be originally, just like the situation in the mine changed and was not the way it was supposed to be. Við erum mjög vön náttúrulega heiminum eins og hann er. Of course, we're very used to the world the way it is now. Við þekkjum eiginlega ekkert annað. We don't know anything else, really.
En hérna gerast alls konar hluti sem við vildum náttúrulega helst sleppa. But of course, there are all things that happen in our world that we would rather avoid, Eins og farsóttir, like epidemics, hungursneyð, famine, fátækt, poverty, óréttlæti, injustice, ofbeldi gagnvart fólki og dýrum, violence against humanity and animals, sjúkdómar diseases, og náttúrulega verst af öllu það náttúrulega dauðinn. and of course, worst of all, death itself. Og þegar hlutirnir ekki eins og þeir eiga að vera, And when things are not ideal, eins og núna í COVID-inu, just like now during COVID, þá þurfum við að fylgja stundum skrýtnum reglum og gera hlutina eins og gera hluti sem við vorum ekki vön að gera. then of course we sometimes have to follow strange rules and do things the way we were not used to do before. Og krakkar, já, þegar kristnir gera hlutina aðeins öðruvísi, And kids, Christians, do things in a certain way. það yfirleitt vegna þess að þeir eru að reyna að gera heimina betri stað. And that's usually because they are trying to improve the world Miðað við erfiðar aðstæður. in difficult circumstances. Og því að Guð með plan fyrir okkur And God has a plan for us, og við getum treyst í að hann alltaf góður and we can trust the fact that He is always good towards us, og hann vil bara það besta fyrir okkur. and He only has our good in mind. Og hann hefur sagt And að He has einn told dag us ætlar hann að bjarga okkur úr þessu ástandi that He eventually will save us from these circumstances, eins og námumennir voru bjargaðir út úr námunni. just like the miners were rescued from their difficulty. Eru það ekki góða fréttir? Isn't that good news? Takk, krakkar. Thank you very much, kids.
Fyrir 2 árum datt engum í huga að á árinu 2020 myndi öll heimsbyggðin leggjast á hliðina og hefja stríð við farsótt orsökuð af lítilli veiru að nafni COVID-19. 2 years ago, no one would have thought that in just a matter of a couple of years, the world would be turned upside down and all the world would have to wage war against a disease caused by a tiny virus called COVID-19. Og enn sækir þessi veira hart á okkur og á þessari stundu liggja yfir 2 milljónir manna í valnum vegna veirunar. And COVID has still not passed us, and now 2 million people are dead because of it. En í þessu ástandi But during this situation, höfum við náttúrulega öll verið að fylgjast með þróun mála og ég tók eftir því að margt af því sem var að gerast we have of course been glued to the screens and the media, and as we have been watching this thing unfold, I've noticed certain things. og þá sérstaklega þá viðbrögð almannavarna og einnig viðbrögð fólksins. I've noticed a reaction of the Department of Civil Protection and also the reaction of people in general. Að þetta líktist aldrei öðru ástandi sem kristindómurinn fjallar There are certain similarities between this situation and another situation that Christianity talks about. Hér heimurinn að glíma við banvæna veru sem dreifist hratt allan heim. Here the world is dealing with a deadly virus that is spreading rapidly across the globe. Smitar marga og fer ekki í manngreinarálit. Does not regard gender or class or nationality and is quite infectious. Og gjörbreytir því hvernig við lifum og högum okkur. And totally transforms the way we live and act. Og eins og ég kom að því í barnasögunni þá talar Biblían annars konar veiru. And as I hinted at during the children's story, the Bible speaks about another kind of a virus, so to say. Sem einnig hefur dreifst hratt og náð tökum á mannkyninu. That has also spread rapidly and has mankind in its claws. Og það syndin. And that is sin. Og ég hef tekið eftir því að það eru ýmsar hliðstæður milli ástandsins núna í farsóttinni og baráttunnar við syndina. And I've noticed that there are certain similarities between the COVID situation and the matter of sin, as the Bible portrays it. Og ég ætla að fjalla aðeins þetta í dag. And I will speak about these similarities today. En í lok janúar í fyrra, But in late January last year, þá bárust fregnir af veirunni og Íslendingar byrjuðu þá að gera ráðstafanir og fylgjast með þróun mála á heimsvísu. we got news about the virus, and Iceland started to make measures against it and started to monitor the situation in the world. Sumir segja að veiran hafi reynt að vera að grassera í Kína síðan í nóvember, árið á undan. Some people nevertheless have said that the virus started a few months earlier in November the year before, En það hefur ekkert verið staðfest. but that has not been confirmed. En í Esekiel 28. kafla, But in Ezekiel chapter 28, ég ætla kannski ekki að lesa þennan kafla, en þar gefur ritningin til kynna að syndin hafi byrjað í hjarta engils á himnum. I may not read the passage, but there the Bible hints at the fact that sin originated in the heart of an individual angel. Og verðist vera þá einhvers konar afbrýðisemi And seems to be some kind of a jealousy. og grasseraði þar meðal englana og endaði síðan í uppreist sem náði svo til jarðarinnar. And then spread among the angels and then resulted in a rebellion in heaven that then infected the earth. Syndin byrjaði smátt Sin began small, en óx þar til allt fór úr böndum. but then increasingly grew until it was out of control. Og við lesum í Matteusarguðspjalli 15. kafla 19. vers, því að frá hjartanu koma illar hugsanir, manndráp, hórdómur, saurlifnaður, þjófnaður, ljúveitni, lastmælgi. And we read in Matthew 15:19 that out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Þannig syndin. That is the way sin is. Byrja smátt, It starts in a small way, eitt lítið lygi hér og þar, a white lie here and there, afbrýðisemi, jealousy, girnd, lust, græðgi,
greed, svo hatur. and hatred. Litla syndir geta vaxið og breyst í stóra synd. Small sins can grow and become large sins. Þess vegna mikilvægt að gæta hjartans framan öllu öðru. Therefore, it is important to guard the heart above all other things, Því þar eru uppsprettur lífsins. for there are the fountains of life. En þið munið að fyrstu viðbröðin við koronaveiruna voru frekar mild. But you remember the initial reaction to COVID was rather mild. Fólk var álagt að fara ekki í ónauðsynlega ferðir til Kína eða norður Ítalíu. People were recommended against travel to China or North Italy if they had no urgent reasons. Svo var ferðamönnum skipað að fara í sóttkví, Then tourists were told to quarantine, en svo sem lítið sóttvarnir hérna innanlands. but there was rather little disease control in the country, in Iceland. Upphaflega virtust aðgerðina hjá almannavörnum byggjast á grunni trausts. First, the measures of the Department of Civil Protection seem to be based on trust. Þeir vildu trúa því að fólk myndi gæta hvers annars, They believed people would protect each other, hlýða fyrirmælum án fyrirstöðu, obey authorities without murmuring, sína skilning show og understanding, svo framvegis. and so forth. En það reyndist auðvitað erfitt. But that proved difficult. Svikvult hjartað, The heart is deceitful fremur öllu öðru above all other og things spillt það. and corrupt. Stendur í Jeremía, These words are 17. from kapla, Jeremiah 19. vers. 17:9. Og frá upphafi hefur Guð vilja byggja samfélag á grunni trausts. And from beginning, God has wanted to found society on the basis of trust. Allir myndu hugað velferð náungans og sína náungakærleika. All were supposed to be their brother's keeper and to love one another Fórnfýsi, gæsku og góðvild. and to show a sacrificial help towards other and love and kindness. Guð hefur gefið öllum valfrelsi til að velja milli góðs og ills. God has given all the freedom of choice to choose between good and evil. Og eins og við sáum hérna í Esekiel, meira þess að englum og öðrum sköpuðum verum. And this freedom was extended not only to humanity, but to angels, as we saw in that passage in Ezekiel. Guð stýrir ekki heiminum með harðræði, heldur leifur okkur að vera þáttakendur í því sem að gerast í heiminum. God is not a ruthless controller of the world, but allows us to participate in the events and happenings of the world that we inhabit. Auðvitað hefur það haft sína aflengar því maðurinn velur ekki alltaf það sem best. Of course, that has had its own consequences because humanity is not prone to take only good decisions. En ef maður hugsar út í þetta, þá það hafa frelsi ótrúlega dýrmætt. But if we ponder these things, freedom of thought and choice is invaluable. Þetta í raun sérstök gjöf frá Guði It is in fact a special gift from God, og það gerir eiginlega himnaríki að mjög spennandi stað, myndi ég segja. and it makes heaven a very exciting place, I would say. Sumum finnst kannski þessi saga náttúrulega dálítið ótrúleg öll saman. Some people, of course, think that this story in its entirety is a rather fantastic tale, En jú, lífið ævintýri. but life in itself is incredible. Og ef sem þessu fólk sem fer í smá naflaskoðun átt að sig fljótt á því að heimsmynd án Guðs líka skrítin. And skeptics who are willing to show at least some introspection will soon realize that even a worldview without God is also incredible Og engan veginn rökréttari. and not necessarily more logical at all. Kristindómurinn mjög öflug og sterk heimsmynd Christianity is a very robust faith with a very strong worldview sem gefur góð svör við stóru spurningum lífsins. that has quite good answers to the underlying problems in philosophy and life. En eftir fyrstu tilfellin af smitum hérlendis But after the first cases of infection in Iceland, var neyðarstig almannavarna virt. the Department of Civil Protection declared a state of emergency. Og þá fóru yfirvöldin að herða á takmörkunum. And then civil authorities started to resort to stricter measures. Og miðjan mars voru settar fjöldatakmarkir á samkomur. And mid-March, we had gatherings restricted to a certain amount of people. Fyrst 100 manns, First 100, svo 50 og svo 20. then 50, then 20. Skólar lokaðir og fólk sett í sóttkví. Schools closed, people put in quarantine. Og sumt af þessu ennþá í gildi í dag. And some of these measures are still valid until today. Hlutinni voru ekki lengur eins og þeir voru. Things were no longer the way they used to be.
Það mikilvægt að átta sig á því að kristindómurinn predikar einmitt þetta. It is important to realize that Christianity preaches exactly this. Að hlutirnir eru ekki eins og þeir ættu að vera. That things are not the way they should be. Það virt neyðarstig í alheiminum. There is an active state of emergency in the universe. Rauðar bjöllur blikka. There are red sirens, so to speak, ongoing. Ílskan, sorgin, þjáningin, dauðin eiga sér annan uppruna en í Guði. Evil, sorrow, pain, and tragedy do not have their foundation and origin in God. Uppruninn þess finnst í fjarvist Guðs. The origin of these things are found in the absence of God. Og við erum undir stjórn illkvittins harðstjórn. And we are under the control of a ruthless tyrant. Og lifum undir áhrifum afleiðinga okkar eigin synda og annara. And we live with the influence and effect of our own sins and that of others. En í lok mars sendir ríkissaksóknari fyrirmæli sektargreiðslu brjóti fólk reglum heilbrigðisráðs sóttkví og einangrun. That is a mouthful, but basically in the close of March, we initiated penalties if people would break the measures of the authorities in Iceland. Og það hefur reynst reyndar dálítið flókið að fylgjast með öllum þessum breytingum. And it has proven rather difficult to keep up with all the changes. Halda 2 metra fjarlægð. To keep 2 meters distance. Nota grímu. Use masks. Sundlegar og ræktin lokuð. Pools in the gyms closed down. Leikhús og aðrir staðir. Theaters, other locations. Svo eru loka landamærum, opna landamærum. Borders have been closed down, have been opened up again. Mismunandi aðstæður eftir landsvæðum. Different measures valid depending on where in the country you find yourself. Það flókið að eiga við svona farsótt. It is difficult to deal with an epidemic. Og sama með syndina. And the same can be said about sin. Guð stimplaði í hjörtum okkar 2 boðurum. God stamped into the human heart 2 laws. Að elska Guð og náungan eins og okkur sjálf. To love God and your neighbor as yourself. En vegna hörku í hjarta okkar og allra. But because of the hardening of the heart. Þróaðist ástandið á þann veg að Guð þurfti að útlista boðurinn nánar með til mismunandi aðstæðna. The situation developed in such a fashion that God had to declare explicitly laws to regulate things. Og boðurinn urðu 10. And the commandments became 10. Svo 600 í Gamla testamentinu. Then 600 plus in the Old Testament as a whole. Svo ásamt fullt af öðrum ráðum og reynslusögum í bæði Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. And then of course we have also recommendations and policies and examples and so forth in the New Testament. Og til að lágmarka áhrifum syndarinnar þurfti Guð líka að ráðleggja mönnum að stofna bæði veraldlegt réttarkerfi. And to minimize the damage of sin, God encouraged people also to institute civil regiments. Sem tekur á alvarlegum glæpum. That had to deal with serious crimes. En einnig trúarkerfi sem tekur á öðrum siðferðisbrotum. But also a system of faith that dealt with more moral issues. Sem falla þá ekki undir svona glæpsamlegum athæfi. That do not belong to the civil code. En í 5. Mósebók 12. kapla, 28. vers. But in Deuteronomy 15:28. Og lesum við, varveit þú og hlýð þú öllum þessum boðorðum. We read, observe and hear all these words which I command thee. Sem ég legg fyrir þig. Yes, that Svo I að command þér you. vegni vel. That it may go well with you. Og börnum þínum eftir því ævinlega. And with thy children after thee forever. Þú gjörið það sem gott og rétt í augum drottins Guðsins. When thou doest that which is good and right in the sight of the Lord thy God. Takk eftir því að orðin vegni vel koma fram 11 sinnum í 5. Mósebók. Notice these words, that it may go well with you, that you may prosper in other translations. We find this 11 times in the book of Deuteronomy. Það hlýtur að segja okkur hver tilgangur þessara regluna And that surely must show us what the purpose of the laws was. Og að Guð umhugað velferð okkar. That God cares about our well-being or prosperity. En við tökum eftir því að við erum dálítið á tánum gagnvart þeim sem brjóta reglurnar. We notice that we are a little bit iffy towards those who are breaking the
valid measurements in our times. til þess að ganga inn í búð án grímu. People who waltz into stores without a mask. Það hefur gerst við mig, maður bara gleymir því, hleypur inn í búð, I, óvarinn. this has happened to myself. I have strolled into a store and totally forgot my mask. Eða þeir sem gleyma sér og vilja heilsa okkur með handabandi. Or there are those who forget themselves and want to shake our hand. Við erum einnig líka mjög mikið að fylgjast með öðrum og leita eftir sökudólgunum sem koma að smiti af stað. We're on the outlook for lawbreakers and willing to point fingers. Og við erum þá ennþá harðar í gagnrýni að beina spjótum okkar á leiðtoga And our criticism really becomes sharp when we look towards our leaders. sem þá greinast með verun eða brjóta af sér. Those who get the virus or who break the rules concerning the disease control. Hræsnarar hrópum við. Hypocrites, we shout. Og vissulega eðlilegt að það fylgir meir ábyrgð náttúrulega að vera málsvari einhvers boðskapar. And in a certain sense, this is natural because you always have more responsibility when you're the spokesman for a certain cause. En gætum náttúrulega að dæma réttilega. But we must make sure that we judge righteously. Bræður, ef einhver misgjörð kann að henda mann, þetta í Galatabrifi 7. kafla 1. vers, Brethren, if a man be overtaken in a fault, we have this text in þá Galatians chapter leiðréttið 6. þér sem andlegir eru þann mann með hóværð Restore such a one in the spirit of meekness, og haf gát á sjálfum þér considering yourself, að þú freystist ekki líka. lest you also be tempted. Berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists. Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. Gott að hafa þetta í huga. It's good to keep this in mind. Í kreppum skapast neyð og sérstaklega núna í farsóttinni erum við að sjá skapast neyð á þúsundum heimila. During time of crisis, we have more and more needs, and we are seeing that during the times of COVID. Í formu atvinnuleysis, There is unemployment, fólk í erfiðleikum með að borga reikningana sína, people struggle with paying their bills framfærslur. and to manage their subsistence. En gleymið ekki velgjörðarseminni og hjálpseminni. But let's not forget to help those who are in a more difficult spot than Þegar we are. slíkar fórnir eru Guði þóknanlegar, þetta í Hebreabréfi 13. kafla 16. vers. For with such sacrifices God is well pleased. This is a text from Hebrews 13:16. Og leiðin þekkir engin landamæri. And need knows no borders. Ef Guð hefur blessað þig, gleymdu ekki að blessa aðra. If God has blessed you, do not forget to bless others. En svo eru hetjurnar. But then there are the heroes. Og þær eru sannarlega margar hetjurnar í COVID-inu. And there are many COVID heroes. Almannavarnir, The Department of Civil Protection, þríkið, the trio, heilbrigðisstéttin sem hefur lagt líf og heilsu að veði í framlínunni við baráttuna, við koronaveiruna. health professionals that have risked their health and lives during these times. En svo eru það við öll But then it's all of us. sem bara fylgjum fyrirmælunum sóttvarnalæknis til að fyrirbyggja smitu. We who are following the regulations of public safety to ensure a more secure society. Og þegar það kemur að hinu ástandinu sem við erum búin að vera að tala And then when we go from COVID to the other situation that we have been discussing, þá lesum við í Opinberunarbókinni 7. kafla og 9. vers. then we read in Revelation chapter 7, 9. Eftir þetta sá ég og sjá After this I beheld, and lo, mikill múur sem enginn gat tölu á komið a great multitude which no man could number, af allskins fólki og kynnkvíslum og leiðum og tungum. of all nations and kindreds and peoples and tongues. Þeir stóðu frammi fyrir hásötinu og frammi fyrir lambinu, They stood before the throne and before the Lamb, skrýddir hvítum skikkjum clothed with white robes og höfðu pálmagreinar í höndum. and palms in their hands. Hér vitnað í sýn Jóhannesar, póstula, af einu mikla múg af hetjum sem munu safnast saman á himnum. This is a vision that John the Apostle has of all the great heroes that will congregate in heaven. Þarna fólk eins og mig og þig There are people like you and I sem hafa barist góðu baráttunni, that have fought the fight fullna skeiðið og varveitt trúna. and finished their course and kept the faith. Í gegnum aldirnar og bara á öllum tímum
Throughout the ages, in all times, og þetta fólk sem hefur lagt sér alla fram í baráttunni við syndina. there are people who have given their all in the struggle against sin. Ég vil vera þar. I want Hluti af to þessum be hópi. among those. Ég dáist stolti af fræðslu aðferðum almannavarna. I must say that I admire the ways that the Department of Civil Protection has been informing us as a nation. Hvernig þeir útskýra bara á mjög skemmtilegan og aðlaðandi hátt. Their way of educating people is attractive, it's fun. Með myndböndum og slagorðum, mikilvægi sóttvarna. They have videos and slogans about the importance of disease control. Það hrífur okkur með í átakið. And it enlists us in the effort. Og ég svona dálítið hugsa, getum við kristnir unnið okkar boðum svoleiðis? And I started wondering, can we as Christians engaged in our mission in the similar way? Útskýrt fyrir heiminum hvað að gerast? To explain to the world what is happening. Hvernig væri það? How would that be? Nú að lokum bóluefnið. And then finally the vaccine. Það eru margir sem binda vonir við það að bóluefnin sem í dreifingu núna, There are many people who have high hopes in the vaccines that are now being distributed, geti unnið bug á veirunni. that may be the end of the virus. Það meira að segja fylst grannt með dreifingu bóluefnum sem allan heim. Og People ég are- kannski vil sýna ykkur þá eina mynd sem I would like- tengist þessu. I would like to show you one photo that is connected to how people are watching how the vaccine is being distributed. Og einmitt þarna sjáum við prósentutölur yfir þau lönd sem eru komin lengst í að bólusetja. And here we Fólk. see percentages of the countries that are furthest into vaccinating their population. Hvað ef við myndum gera það sama? What if we would do the same? Sjá þau landsvæði þar sem fagnarendi Jesú Krists hefur verið boðað. See proportionally how the gospel has been preached in the different countries in the world Svona kerfisbundið og á skipulagan hátt. in a systematic fashion. Það væri magnað. That would be amazing. En hvað baráttuna við syndina varðað sigur Krists okkar eina endurlausn. But when it comes to the struggle against sin, the death of Christ is our only method. Hann eini sem getur frelsað oss He is the only one that can save us. og frelsun gjaldfrjáls. And this salvation is free. 0 krónur. It costs 0 krónur. Allir geta fengið hana og geta fengið aðgang að henni núna strax. There is an unrestricted access to the salvation of Christ for everyone. Engin bið. There is no waiting time. Því að hver sem ákallar nafn drottins mun hólpin verða. For whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Og ef ég fer aftur í okkar ritningavers, And if I go back to our initial scripture reading, það stendur að ekki hjálpræðið í neinum öðrum there it says, salvation is found in no one else. og ekkert annan nafn mönnum gefið víða veröld And there is no other name under heaven given to mankind sem getur frelsað oss. by which we must be saved. Kæru vinir, Dear friends, endurlausnin í nánd. salvation is at hand. Heimurinn þarfnast okkar í baráttunni við verstu farsótt veraldar, syndina. The world needs us in its struggle against the worst epidemic of history, sin. Við sem kristnir einstaklingar almannavarnir í því skilningi. We as Christians are, so to speak, Department of Civil Protection when it comes to sin. Að við beinum kröftum okkar í að eins og stendur reyndar á síðu almannavarna að bregðast við afleiðingum neyðarástand sem kann að ógna líf og heilsu almennings. And we can really apply in a spiritual way the words found on the website of Department of Civil Protection that we are those who respond to a state of emergency to ensure the safety of the public Með því að lágmarka áhrifum syndarinnar. by minimizing the damage that sin causes. Við beinum fólki að ritningunni sem hefur að geyma leiðbeiningar hvað gera skal í þessu ástandi. We point people towards the Bible that contains all the regulations and measures that should be in place because of the sin situation. Og það mikilvægasta, við beinum fólki að Jesú Krist, And most importantly, we direct people to Jesus Christ, okkar frelsara og Guð. our Savior and our God. Það heiður að vera erindryggar Guðs.
It is an honor to be the public spokesperson of Christ, boðberar vonar, messengers of hope trú, and faith, réttlætis og kærleiks. justice and love. Með Guð blessi ykkur, kæru vinir, May God bless you, dear friends, í þessari köllun. in this mission. Amen. Amen. Við þökkum Birgir fyrir þessi orð Thank you, Birgir, for those words. og við skulum syngja lokasalmi nr. 116. And let us sing the concluding hymn, number 116. Ég heyri Jesú himneskt orð. Já, kæru vinnir, ég vil þakka ykkur samfylgdina í dag. Dear friends, thank you for being with us during this hour. Ég vil einnig þakka öllum þeim sem að komu hér að útsendingun í dag. I also want to thank everyone who participated in streaming this program. Mér langar líka til þess að bjóða ykkur sem heima eru eða þið hafa áhuga að taka þátt í útsendingunum. I also want to extend an invitation to all those who are watching today Að hafa endilega samband við mig. that if you're interested in participating and helping out, please contact me personally. Og já, ég vil bara óska ykkur gleðilegs hvíldags. And I wish you a happy Sabbath. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun But to him who is able to keep you from falling og láta yður koma fram fyrir dýr sína, litalausa, í fögnuði, and present you in rejoicing and perfection in his presence, einum Guði sem frelsvars fyrir Jesú Krist, to the one God who saves us through Jesus Christ, drottin mords er dýrð hátign máttur og vald, ber allar aldir, our Lord, be glory and dominion for ever and ever, nú allar aldir. Amen. now and forever. Amen.